Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við að heyra háskóladaginn 7. mars og þær eru komnar til mín Eva Margrét og Sigríður Arna, velkomnar. Takk fyrir. Þú ert úr Landbúnaðarháskólanum, ekki satt? Jú. Og þú kemur úr Háskóla Akureyrar. Já. Og kannski ef þú byrjar að segja mér aðeins frá þessum háskóladegi. Sko, háskóladagurinn hefur venjulega verið bara fyrir sunnan. Já. Svona stór háskóladagur þar sem allir 7 háskólar Íslands eru allir að kynna sína námsbrautir og svoleiðis. En núna í ár ætlar að fyrsta skipti stór háskóladagur hérna fyrir norðan. Já, þannig allir sömu 7 koma bara og kynna sig hér? Allir 7 koma og kynna bara eins og fyrir sunnan. Já. Og þannig erum við að opna á aðgengi fyrir nemendur og bara annað fólk sem hefur áhuga á háskólanámi til að koma og kynna sér háskólanám bara allt land. Og er þetta löng dagskrá? Er þetta allur dagurinn eða hvernig lítur þetta út svona? Já, þetta er frá 1 til 4 á laugardegi, þannig að svona flestir ættu að hafa tök á því að gefa sér færi til að koma í smá stund allavega og líta á úrvalið. Þeir sem eru eitthvað að spá speglur eða börn eða frænku eða frænda eða bara drífa sig og kynna sér þetta. Og þá eru svona básar eða eitthvað svoleiðis sett upp þannig? Já, það er rauninni Háskólinn á Akureyri er að opna bara allan háskólan, alla starfsemi innan háskólans, þannig að það verður margt í boði. Já, bara mjög fjölbreytt dagskrá, þannig að... Og allar brautir að kynna sig einhvern veginn innan þess háskóla. Og svo bara aðeins að forvitnast, hvað ert þú að læra í Landbúnaðarháskólanum? Ég er að læra náttúru og umhverfisfræði. Þannig að ég ætla bara að koma að því að það er mjög misskilið oft með Landbúnaðarháskólanum að þetta sé bara landbúnaður. Já, að allir verði bændur sem útskrifast. Já, allir sem verði bændur. En við erum í raun með mjög fjölbreytt nám. Þú veist, landslagsarkitektur. Já, hann er hjá ykkur. Já, og ég er að læra náttúru og umhverfisfræði. Og svo er í skógfræði og allt mögulegt í gangi þarna. Þannig að það er mjög margt í boði sem að ég hvet fólk til að skoða, ekki dæma út frá nafninu. Nei. Það er svolítið algengt. Er komið tími til að breyta nafninu eða hvað? En hvað gæti hann það heitið? Það hefur verið í umræðu, en þetta er bara flott nafn. Og þetta er Hvanneyri, það ekki? Jú, þetta er staðsettur. Og ert þú að keyra til og frá eða býrðu á staðnum eða hvernig gerir þú? Sko, nú er ég á 3. ári, þannig að ég bjó fyrstu 2 árin mín á staðnum. Og þar fær maður bara heimavist eða? Já, bara stúdendaíbúðir líkt og hér á Akureyri og svoleiðis. En núna bý ég hérna fyrir norðan af því að þau eru líka með svo mjög gott fjarnámskerfi. Að allar kennslustundir teknar upp og svoleiðis. Þú getur bara verið hér og lært þar. Og kannski skroppið einhverja lotur. Já, einmitt. En þú ert hérna á Akureyri og býr þá væntanlega hér? Já, en ég er að sunnan. Þú ert að sunnan? Já, var fyrstu 3 misserin fyrir sunnan. Í fjarnámi? Já, í rauninni fjarnámi. En Háskólinn á Akureyri talar námi sem sveigjanlegt nám. Þannig að það í rauninni breytir litlu hvort sem maður er fyrir sunnan eða hér fyrir norðan. En ég flutti fyrir ári síðan. Er þetta nám sem þú getur ekki lært í Reykjavík eða eitthvað? Já, ég er að læra iðjuþjálfunarfræði og hún er bara kennd hér á Akureyri. Og ert þú þá alveg að fara að klára hana eða eitthvað? Sko, ég er á 3. ári, þetta eru 4 ár. Þannig að... Og ertu flutt hingað, sérðu fyrir þér að vinna hér svo eða hvað? Veistu eitthvað? Ég bara er ekki komið svo langt. Nei, bara fyrst námi. Já, ég held að það sé best að gera það. Ok, frábært. Og munið þið vera til staðar hérna á háskóladeginum að kynna ykkar nám? Já. Það er planið. Það er planið, já. Ég verð bæði fyrir sunnan sem er núna það er núna á morgun. Á laugardaginn. Þátturinn fyrir loftið á föstudaginn og þá er þetta á morgun sem sagt. Já, akkurat. Hvar er það til þess að? Það er í HÍ og ég held að sé líka, sko, það er HR líka. Og Listaháskóla. Þannig að þetta er alveg mjög breiðu svæði. En svo verðum við líka hér í næstu viku, 7. mars. Frá 1 til 4. 1 til 4. Og allir að kíkja bara upp í háskólann. Endilega. Já, bara kynna sér endilega, sko, fólk sem tekur frí frá framhaldsskólum og hefur þá ekki tök á að fara þær kynningar sem hafa verið þar. Þetta er mjög gott tækifæri fyrir það fólk bara að koma og sjá úrvalið því að það eru held ég 500 námsleiðir í boði hérna á Íslandi háskóla. Pælið því. Og maður verður að kynna sér þetta. Þetta er besta leiðin allavega finnst mér til þess að kynna sér námið. Þú getur talað við nemendur, líka bara fengið að skoða háskólann og hérna og bara vera með og vera bara með opinn huga fyrir öllu sem er. Eitt er að fara á netið og googla allt í drasli en hitt er að hitta bara fólk og spyrja hvernig er þetta. Nákvæmlega, geta bara spjallað námið og bara háskólalífi líka. Það er líka svo gott að fá tækifæri til að spyrja nemendur af því að þeir
þetta náttúrulega bara gagnrýni hvað þeir eru að upplifa og svona, þeir gefa mjög hreint svar, sko. En myndið þið alveg hér og nú mæla með náminu sem þið eru í? Já, 100%. Ánægð með ykkar val? Já. Og það er kannski svolítið augljóst hvað þú fer að gera í framtíðinni, en með umhverfis- og náttúrufræði, hvað gerist eftir þitt nám? Sko, hjá mörgum þetta bara grunnur fyrir áframhaldandi raunvísindanám, fara þá og sérhæfi sig, en líka þetta mjög algengt fyrir fólk sem að verði svo náttúrufræðikennarar, framhaldsskólum og grunnskólum. Svo líka þetta bara greitt aðgengi að svona umhverfisráðum og umhverfisnefndum. Þetta er náttúrulega málanna í dag. Einmitt, þetta er mjög stórt í dag. Vandinn okkar í dag. En veist þú hvað þú ætlar að gera? Nei. Ég var ákveðin áður ég fór í skólan. Hvað ætlaðu þá að gera? Ég ætlaði að fara að verða kennari, sko. Nú er þetta aðeins komið, en maður bara prófa bæði áður maður velur áframhaldandi, sko. Frábært. En þú getur líka bætt við þig að það ekki eftir námið hér, endalaust eitthvað. Og starfsmöguleikunar sem iðjuþjálfi er alveg gríðarlega miklir á mjög mörgum svæðum og sviðum. Alveg bara, þannig það eru endalausir möguleikar. En veistu eitthvað hvert þig langar? Já, ég held mig langi svona að vinna með börnum. En annars bara veit maður aldrei hvað maður endar. Já, það er það sem við svona skemmtilegt við námið. Hvað þetta er fjölbreytt og maður getur farið margar mismunandi leiðir. Einmitt, maður mætir og maður er með þessa leið, svo mætir maður þá opnast bara nýtt, þetta er eiginlega nýr heimur, sko, leið að maður byrjar og maður heldur maður viti sirka hvað eitthvað er, svo kemst maður bara einhver allt öðru, sem er gaman, alltaf gaman að læra. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja mér frá háskóladeginum, 7. mars hérna fyrir norðan, 7. mars. Á morgun fyrir sunnan. Og bara að gera að kynna sér þeir sem hafa tekið sér pásu eða bara vilja vita meira, í framhaldsskóla. Bara ef þú vilt kynna þér. Endilega mæta og skoða þetta fjölbreytta úrval. Annars bara takk fyrir að koma og gangi ykkur vel. Takk fyrir.